Nú, eina mörgum aðferðum er að nota svo kallega hunangspullu. Þetta er ryðfrítt stál sem að götin er sem sagt ætluð til þess að fá sem mesta hræru í þetta, eða hvað þetta heitir, en ég hef lent í því að kantarnir eru það skarpir að ég hef aðeins notað þjöl til þess að slípa þá, til þess að mýkja kantana. Og þetta er einfaldlega gert þannig að maður bara setur þetta ofan í og svo færir maður þetta upp og tilbaka. Og þið sjáu að þetta er vel fljótandi. En í herberginu þar sem maður er að hræra hunang, að þá þarf maður að vera með svona cirka 14 gráðu hita til þess að þetta gangi nú hratt og örugglega fyrir sig. Og þetta þarf maður að gera þá og passa sig að fara vel með frá köntunum. Og þetta þarf maður að gera í cirka 5 mínútur, 5-10 mínútur, tvisvar á dag, þangað til að þyktin er orðin það góð á hunanginu að það sé orðið tilbúið. Það sýni ég ykkur seinna hvernig ég met það. En svona til þess að gefa ykkur smá vísbendingu að ég dreg upp bulluna og þegar að taumurinn sem að rennur ofan í verður í nokkra sekúndur þannig að þetta verður svona svo krem, nokkuð fljótandi krem, að þá er þetta orðið tilbúið. Og þetta getur tekið allt frá einni viku upp í nokkrar vikur. Það fer allt eftir hver sykur samsetningin á hunanginu er, hvenær það byrjar að kristalliserast eða kristallast. Það er auðveldast náttúrulega að nota að setja græði í þetta, eða imp eins og það heitir, sem er þá hunang sem er tilbúið, eða frá því árinu áður sem er mjög fínkornótt, en það þýðir ekkert að nota nema mjög fínkornótt hunang þar sem maður finnur ekki sykurkristallana á tungunni þegar maður setur þetta upp í sig. Og svo geng ég frá þessu þann hátt að ég setja þetta lokið, skil bulluna eftir, loka vel og set síðan viskustykki hér í kring til þess að koma í veg fyrir að það komist eitthvað ofan í. Þannig að ég loka þessu svona. Svona myndi vera betra. Og þetta verður náttúrulega að vera þurrt viskustykki. Nú ætla ég að sýna ykkur aðra aðferð sem líka er hægt að nota til þess að hræra. Hér er ég aftur á móti með svona spíralhræru sem lítur svona út. Þær eru nú til í ýmsum stærðum, en á hana set ég borvél, og til þess að það er nú allt í lagi að nota venjulega borvél svona til að byrja með. En til þess að borvélin síðan áorki að hræra þetta, þá þarf ég að vera með borvél sem er minnst að kosti 800 watt og helst hægt að gíra niður, því það má alls ekki hræra þetta það hratt að það myndist froða í hunanginu. Þannig að ég tengi bara borvélina á þennan staut hérna og ég hef plastloki yfir, því að það vilja nú koma agnir úr borvélunum, og svo færi ég þetta bara eins og þið sjáu það eftir, svona eins og ég vil. Hér er ég semst með borvél sem er einfaldlega of lítill til þess að geta haldið áfram einhvað að viti, og ég hræði þetta náttúrulega, við skulum bara sjá hvernig þetta kemur aðeins upp. Og það er sama hérna, ég þarf að hræra þetta nokkur sinnum á dag, eða tvisvar á dag réttar og sagt, og passa mig að fara ekki á hratt með þetta. Og ég verð að passa það að ég verð að hræra meðfram öllum köntum og ná öllu hunangin af stað, því að það vill oft byrja að kristallast meðfram köntunum á dollunni eða fötunni. Og þetta er nú bara fata úr ámunni sem ég hef keypti mér hérna fyrir einhverjum árum síðan, og hérna í þessari fötu eru svona 35 kíló og eitthvað svoleiðis.
Nú, þessi vél nú svo snið og ég get stillt á henni hraðan. Og svona hræri ég sem sagt þangað til þetta orðið það þykkt. En ég þarf að versla með betri borvél í þetta. Þannig að ég svo loka þessu bara hérna. Og náttúrulega best að setja þá eitthvað sem þéttir hérna yfir. Til dæmis eins og viskustykki. Svona. Þetta upphafið af hræruvinnunni eða hunangsvinnslunni. Og svo skal ég sýna ykkur þegar þetta orðið svolítið þykkara og þegar þetta verður síðan tilbúið til átöppunar í krukkur.